Góðan daginn, gott fólk, Heiðar Parkettslípun Íslands. Heyrðu, hérna erum við svolítið skemmtilegt verkefni, ég ætla að sýna ykkur, þetta er svakalegt. Hérna þetta parkett, þetta er bara eikaparkett, rosalega flott. En sjáu hvað er skemmt og illa farið og ég ætla að laga þetta. Ég ætla bara að græja þetta gólf, gera það eins og nýtt, muni, sjáu aðeins gólfi, hvað ég er að tala sko, sjáu þið. Svona lítur eldhús út, þetta hræðir fólk. Er þetta ekki bara ónýtt? Á ekki bara að henda þessu? Þetta er allt orðið svart og svona. Sjáu, hérna er ég byrjaður að slípa sko. Og sjáu, ég set svona fyllingarefni í líka ef það hefur gliðnað. Hérna hefur verið að gliðna, þannig ég set fyllingarefni í þetta. En, sjáu hvað þetta verður flott. Sjáu muninn sko. Hérna er ég að splitta þessu. Það getur tvennu lagi. En sjáu það eldhúsið. Sæll eldhús, muni, þess vegna segi það, ég hérna slípa þetta, ég set ekstra á svona eldhúsgólf svo þetta gerist nú ekki í framtíðinni. Ég set líka sterkara lakk á þetta, þannig að þetta muni ekki gerast í framtíðinni. En þetta verður svo nýtt, ég skal sýna ykkur eftir ég er búin að þessu. Gott fólk, þá er ég búin að þessum, þá er ég búin að slípa þetta gólf hérna í eldhúsinu og gera þetta eins og nýtt. Þið ættu bara að sjá hvað þetta er orðið flott og hvað parkett er orðið geggjað. Sjá þetta, ég ætla að sýna ykkur. Sko, svona lítur þetta út núna. Ég er búin að slípa þetta allt saman upp og allt þetta svarta bara horfið, auðvitað. Sjáu hvað ég er búin að lýsa upp þetta gólf. Sjáu hvað ég er búin að gera þetta geggjað. Íbúðin er allt önnur. Og eins og áður, þá nota ég ákveði töfralakki mitt og held þessu svona ljósu. Ég ætla ekki að setja eitthvað hefðbundið lakk á þetta, heldur ætla ég að setja flott lakk á þetta til þess að halda þessu svona ljósu og halda þessu svona fallegu. Þetta er ekki allt annað. Það er óþarfi að vera að henda þessu sko. Það er ýmislegt nefnilega hægt með parkettslípun, þið sjáu það. Það verður betra en nýtt, ég get lofað ykkur því.